Ágætu áhorfendur, verið velkomin í aðra umferð úrvalsdeildarinnar í Bridge. Við erum hér í samstarfi við RAF íþróttasambandið varðandi útsendingu á úrvalsdeildinni í Bridge. Við erum hérna núna í annar umferð. Í fyrstu umferði í síðustu viku var virkilega óvænt úrslit og mikil spenna. Það er verið að senda út þennan leik á Twitch og YouTube og svo sjónvarpi Símans. Með mér í stúdíónu hér í kvöld er Magnús Eiður Magnússon sem ætlar að reyna að hafa svona vit fyrir hlutunum og segja hvað menn eru að gera vitlaust og hvað við getum lært og af og svo framvegis. En við erum með ef við byrjum kannski að fara aðeins yfir síðustu umferð, það voru nú óvænt úrslit, Maggi. Já, í síðustu umferð við erum að spila, það eru 8 sveitir og við erum að spila 4 leiki og í fyrstu umferð þá var það Málning og Tíminn Vatnið sem mættust og Málning vann það 15-8-5 móti 4-15. Já, það ekki alltaf óvænt svona hvað sé stór sigur, sko. Þetta er náttúrulega ekki margir imbar svo sem í svona, þetta er svo stuttur leikur. Já. Svo sem getur allt gerst. Tveir fyrrandi landsliðsmenn og í landsliðshópnum í Tíminn og Vatnið. Já, Tíminn og Vatnið og nóg eftir. Grant Thornton var að spila kvennalandsliðið og unnu leikinn 15-46, 4-56. Svo var það Tím Akureyri sem við sáum hérna síðasta hösta. Já. Þeir unnu 12-97 og voru að spila við Íslandsmeistarana, Info Capital. Og þetta er alveg magnað vegna þess að Info Capital hefur nú bara valla tapa leik hérna undanfarin ár. Það var mjög gaman að fá svona fyrsta leik, óvænt úrslit og... Já, þeir eru búin að vera óþolandi góðir undanfariðin. Já, meiri sé að þegar maður heldur að sé að tapa, þá einhvern veginn í síðasta spilinu að vinna það samt. Það gera það. Og svo var það jafnasti leikurinn, það var Hilton á móti fiskmarkaði Djúpavogs. Hann fór 11-28, 8-72. Já, þetta, eins og við sögðum aðan, sko, þetta fór vel á stað, þetta voru skemmtilegi leikir. Þannig að Málning leiðir mótið eftir eina umferð. Já. Svo sjáum við nú til, það er mikið eftir, það er bara rétt að byrja. Það er rétt að byrja og það er spurning hvort það væri möguleiki að fá upp stöðuna. Hérna sjáum við eftir eina umferð, hvernig þetta lítur út. Já. Getur það allt gerst og... Já, þetta eru 7 leikir, sko, þannig að það er bara 1 búinn á 7. Og í dag erum við með leik einmitt Tímans og Vatnisins og Grant Thornton. Já, nú þarf Tíminn að fá góð úrslit. Já, og í Tíminn og Vatni erum við að sjá Ómar Olgeirsson og Stefán Jóhannsson sem eru margreyndi landsliðsmenn. Já. Og svo erum við með á hinum vagnum Jón Hessir og Hlynur Garða sem eru mjög öflugir spilar líka. Mjög öflugir báðir tveir. En í liði Grant Thornton og þá erum við með Stefánsson. Já, makker hans, hann komst ekki til landsins, hann var nú bara í Frakklandi í fríi. Já. Þannig að hann þarf að spila makker minn, Sigurbjörn Haraldsson. Já, sem eru bara einn af 2 bestu spilurum landsins, svo að hann var ekki slæm skiptið þar, sko. Nei. Og svo hinum vagnum erum við með Gunnar Björn og Guðmund Halldórsson. Já, þetta er liðið. Þetta er liðið. Þetta verður hörkuleikur. Þetta verður hörkuleikur. Já. Og hvernig ætlar að spá? Sko, ég er náttúrulega í Grant Thornton, hann að ég verði nú eiginlega að spá mínum mönnum sigri, ef ekki að segja að þetta verði bara svona svipað á síðast, 13-7. Já. Kemur ekkert over, 10 impar. 10 impar. Og það náttúrulega þannig, þeir eru svona stutti leikir, þeir eru bara 14 spila leikir. Já, og þar bara vinna 1 spil vel, eins og við sáum Akureyringana síðast, fengu hérna 17 í einu spili. Já. Það er erfitt að koma tilbaka þá. Það er þannig, sko, og það er líka, þetta er aldrei skemmtilegt, sko, ég held að séu allir þannig, sko, að við höldum alltaf pínu lítið með liðinu sem er, sko, spáð fyrirfram að tapi. Svoleiðis þetta var aldrei skemmtilegt að Akureyringarnir mjög gaman. Kæmu þarna og bara... Og bæði ég og Björn erum að norðans og okkur, þótt ekkert leðilegt. Já, nei, það náttúrulega
eru gríðarlega margir góðir spilarar sem hafa komið frá Akureyri og Þingeyjarsýslunni og svoleiðis að Dalvík já, og Austan. já, Þetta er alveg. já, nú er eins og að leikurinn byrjaður og við bíðum bara eftir fyrsta spili Já. og það er ef við förum svona kannski aðeins yfir liðin áfram að fyrst markaður Djúpavogs. Það er svona dálítið skemmtilegt sko að mikið gróska í britslíðinu á Já, það er Austurlandi gaman að heyra það. og þeir spila þar á nokkrum stöðum og Og þetta eru öflugir spilarar, þeir eru búin að fara oft í úrslit Íslandsmóts og já, góði spilarar, já, erfiðir. já, ég lendi mitt sjálfur í þeim í undanúrslitunum síðast. Þetta eru öflugir menn og það er kannski líka svona með britsi, það er dálítið skemmtilegt hvað í raun og veru, það er spilað víða á landsbyggðinni. Já, Við erum að sjá svona kannski bara minni staði og það er verið að halda út í britslífi. Ég man til dæmis eins og í fyrra og spilaði ég bikarleik á móti liði frá Hólmavík og þá var spilað í gömlu flugstöðinni já. og þetta er svona dálítið rómantík yfir þessu finnst mér sko, það sé svona spilað víða. Ég var á ættamótum síðustu helgi og það voru 3 sem spiluðu bridge, þannig að þetta er út allt. Það kunna sérstaklega eldra fólk, það kann spilið mjög mikið. Já, við höfum myndið verið að taka eftir því sko, bara til dæmis hvað er raun og veru svona eins og þegar vel gengur og fleira, það er svona ótrúlegasta fólk sem er að stoppa mann og segjast að spila bridge heima og segja að foreldrar hafa verið að spila og svona, þetta er svona. Og var meira áður fyrir, þetta er ennþá til í dag. Já, ég meina sumstar var þetta náttúrulega bara svona fjölskyldu sport sko, eins og við sáum á Siglufirði, það sem kom bara hver kynslóðan og fættur annar í sömu fjölskyldunni. Já. En þetta hlýtur að fara dett inn. Já, það er að liggja greinilega yfir fyrsta spilinu. Það er eitthvað. Já. En svona ef við skoðum þetta aðeins betur og förum kannski aftur yfir tíminn og vatnið, að þarna ertu með landsliðspar Ómar og Stefán og svona sterkt par á hinum vængnum. Ættu við ekki að gera meiri kröfur til þeirra? Er þetta ekki lið sem ætti alveg að vera í toppbaráttu? Þeir geta alveg gert það en þá þetta er. Skulum leyfa nokkrum leikjum að fara í gegn. Það er svo nýbyrja. Já. En jú, það verður, sko, málið er að þegar þessar 7 umferðir eru búnar þá þarf það að vera í topp 4. Já. Og þá fara þær 4 sveitir í undanúrslit. Já. Þannig að þú mátt ekki missa þig langt fyrir neðan 4. sæti, sko, en þetta er nú 7 stig, þeir geta alveg unnið það upp. Já, formatið er þannig sem það eru 4 efstu sem fara áfram í undanúrslit. Já, og svo spilum við 2 undanúrslitaleiki og svo spilum við 3. sætið og 1. sætið. Já. Og það eru vegleg verðlaun fyrir liðið sem vinnur, það er peningaverðlaun. Já, glæsilegt. Og það er svona það sem maður vill sjá, sko, að sé svona þessi vegleg verðlaun, sko, vegna þess að það er mikilvægt í britsinu að sérstaklega upp á afreksstarf og fleira að menn sé að sjá í raun og veru sjá svona árangur að því sem er að gera líka, þú veist, það geti þá eitt meiri tíma og svo framvegis í hlutina. Til dæmis erum við að sjá það að til dæmis varandi afreksstarf bara til dæmis á hinum Norðurlandunum að það eru mjög margir spilarar þar sem eru 100% atvinnumenn. Þeir vinna bara við þetta. Já. Og til dæmis eins og norska liðið sem við kannski erum ofta svona mæla okkur saman við. Já.
Herru, nú er bara Jæja, og balli byrja maður. Já, og það er komið hérna, Við erum komin í annað spil, það hefur verið einhver smá örðuleikar að hefja útsendingu. og það eru 4 spaðar doblaðir í austur. Já, Það er Þannig að byrja menn bara grimt. Spili búnir að taka þetta einn niður. við sjáum að í austur-vestur, þar eru Grant Thornton sem sagt, Guðmundur og Gunnar Björn, og í norður-suður er Tíminn og Vatnið, Stefán og Ómar. Þetta er að fara, Við sjáum þarna upp í hægra horninu að fyrsta niður. spili hefur fallið, sem sagt. já. 3 niður, það er 500. Já, Þá er bara spurning hvort að 4 hjörtu standi. já, við komum svo seint inn í spilið, það er erfitt fyrir okkur að meta það. Það er nú ekki ólíklegt. Nú erum við að bíða eftir í raun og veru að því að það er smá delay og útsendingunni. Það er alltaf verið að klára spilið áður en við fáum það, svoleiðis að menn sé geta ekki verið að horfa á það í sjónvarpinu á saman tíma og þau spila. Einmitt. En ef Já, Sett- sem sagt, fyrir byrjendur sem sjá hér að þegar norður melda núna spaðan sem er opnunarlitur austurs, þá myndu að spá í hvað það þýðir. Það er mjög algengt að spila það sem sagt 2 5-litir, sem sagt þú átt 5-lit í ómeldaða hálitnum og 5-lit í lálit. Það má svona reikna með að þeir sé að spila það. Og þarna er það líka þannig að því vorum að tala um að það hefur verið fórnað þarna mögulega, að því að það eru hagstæðar hættur. Austur og vestur mega fara 3 niður Já, ef 4 hjörtu standa í norður-suður. ef þau vinnast. Að því það fást 620 stig fyrir að standa 4 hjörtu í norður-suður, en 3 niður í austur-vestur á hagstæðum hættum er ekki nema 500. Einmitt. Svo nú býðum við að sjá hvað hefur gerst á hinu borðinu. Já, það svona sýnist að hafa fallið. Það spil, en þarna er komin í spil 3. Það opnaði einu laufi vestur. Í þeirra kerfi þá lofa laufi bara tvíspil. Já, það er þess vegna sem er stjarnarna við að því þetta er svona. Af því þetta gæti hugsanlega verið 5 tíklar og 2 lauf, þá opnar það laufi og höndinu í upp. Akkurat. Svo þetta er svona, þarf ekki endilega þýða eins og það hljómar. Þá kemur svona stjarna og alertað. Já, nú sáum við kannski fyrstu svona kannski sem ég myndi segja væri svona ákvörun að koma inn á einum spaða í staðin fyrir 2. Þetta virkar nú óskup normal 2 spaðasögn. Sérstaklega á hagstæðum hættum er það ekki. Hagstæðum hættum. En Ómar valdi 1 spaða. Austur doblar til að sýna hjarta. Og kemur, já, þetta er svona. Nú doblar austur bara aftur til að segjast að þetta er okkar spil. Og þá er það spurningin hvað Gunnar Björn gerir. Fjögurlauf svona virkar eðlilegt. Jössus. 3 grönd. Já, Gunnar Björn ætlaði greinilega að vera sniður í sjónvarpinu núna. Já, þetta er gaml, þetta er, Já, þetta er. þetta verður eitthvað skelfilegt. Já, hann fer bara, hann á hann liggur bæði laufkóngur og tígukóngur. Já, Þannig að hann fer bara 2 niður. já. Já, nú sjáum við, eftir 2 spil þá, ef ég skil þetta rétt, þá leiði Grant Thornton leikinn 3-0. Þeir eru nú ekki að fá gott spil hér.
Nei, vantarlega sko eðlilegt að segja 4 lauf þarna, en hvað segir að passa bara þess að 3 spaða doblaða, hvernig fer það? Já, sko, það hefði verið mér sýnist að vera allt í lagi í þessu spili, en ég meina, svo kerfið er uppbytt, makki getur þessu nátt 5 lauf, sko. Já. Þá er þetta nú ekki gott að eiga 10 lauf og vera að verjast í 3 spöðum, þannig að ég held að segja bara 4 lauf. Það er ekki það slæm spil. Ásdrottning 10 að 5. Já. En hann hefur kannski verið að reyna að hræða frá spaða á útspilið með þessum gröndum, bara eins og hann væri með eitthvað. Já, það er bara eftir þessa sagni, sko, Austur er búin að sýna hjarta og oft tígul og það kemur nánast bara alltaf spaði út eftir svona. Þeir eru báðir búin að melda spaðan. Þetta er bara gaml sem að tókst ekki. 2 niður. 2 niður. Það var allavega fljótur að spila þetta. Já, þeir eru greinilega fljótari á okkar borði, þess að við erum alltaf að bíða eftir samanburðarborðinu. Já, þarna sjáum við 4 hjörtu standa greinilega. Já. Svolítið þetta var bara góð fórn. Mjög góð fórn. Svolítið segja græða 3 á því. Og hér er nú sennilega að fara að tapa, sko, því að spilið lá mjög vel, sko, hjörtu, lauf og tígul, sko. Já. Þannig að getur verið að tapa jafnvel dálítið stórt þarna. Já, það gæti verið. Þetta er allavega ekki gott spil til Grant Thornton. Nei. Ég myndi nú giska svona lágmark 8 impar út. Já. Til tíminn á vatnið. Já. Og jafnvel meira, sko. Jafnvel meira, sko. Eða eitthvað game sem er að vera að missa af. Eða að fara í 4 hjörtu hérna á 4-3 fytti. Já. Þú sér það, sko, það er bæði laufi, kongu gósi liggur fyrir framan Ásdrottningu 10 og 10 kongu liggur. Já. Það er ekkert að bana 4 hjörtum, sko. En það er ekki erfitt að fara í það. Það er mjög erfitt. Kannski sérstaklega eftir þessar sagnir, sko. Já. Ég hugsa hann bara að segja 4 lauf og svo er bara spurning hvað Austur gerir, hvort hann breyti því í 4 tíkla eða hvort hann passi 4 lauf. Það getur bæði verið rétt. Já. Hugsa hann myndi nú melda 4 tíkla. Þetta var svona mjög áhugavert hjá Ómari og sýnir kannski að hvernig bridge er, að það er til margir stílar, eins og flesti myndu koma inn á 2 spöðum á spil. Það þarf ekki að gera það. Nei, það er enda Stefán sem er í norður, sýnist mér. Já, sorry, það var Stefán, já. En þeir eru báðir þannig spilar ekki, báðir svona frekar varkárir. Jæja, nú erum við komin í spil 4. Já. Það opnaði á einu hjarta. 2 hjörtu. Suður er alveg á mörkunum að dobla 2 hjörtu. Já. Alveg á mörkunum, en kannski vantar aðeins pínu í það. Þetta enda bara hér. Já. Og þetta er vantarlega hvað 9 slagir. Já. Það er hægt að halda þessu í 8 slögum með lauf ásút og núna sem sagt hann Ómar að segja við Stebba hvort hann vilji fá lauf áfram og nú frávísar hann. Þá kannski kemur tígulsviss eða spaðasviss og þá færðu bara 8 slagi. Já, og þegar þú segir að frávísa. Já, nú er hann að segja við Makker, sko, hann setti hátt spil og er að segja við Makker, ég vill ekki lauf áfram. Já. Já, og nú kemur
Ég er bara spagosi væntanlega bara. Já. Já, herru, það komið þarna úr síðasta spili, það verið 8 impar. Svoleiðis Svo ég giskaði á. Tíminn og vatnið komið yfir, 8-3. Þeir hafa fengið þá sko 150 kall í einhverjum Já, laufum eða tíklum. akkurat. Já, eða 130 kall. Já, nú er þetta spil bara búið sko. Nú bara bíða þér og hreyfa ekki laufið. Já. Það er 110 kall, en það er svo sem ekkert, þetta er nú bara svona óskup plain spil. Já. En það er svona vel gert hjá þeim að halda þessu í 8 slögum. Ekkert rosalega spennandi spil í playi sko, því ef vörnni misti þessu aðeins, þá er nú bara einn yfirslag 30 kall, það er nú ekki heimsendir við það. Já. Þetta spil líka sýnir okkur hvað er mikilvægt að vera með kall og frávísanir. Já, akkurat. Það var slagur hérna, Norður þurfti ekkert að giska, hann vissi annars bara að það átti ekkert að halda áfram með laufið. En þetta kemur kannski, eins og við höfum oft verið að ræða sko, með íslenska spilara, sko, hefði verið sniðugt hjá Norður að aðeins að láta vita af sér. Var nú varkár. Þetta meina þegar hann var í lokahöndin að segja ekki doppl. Já. Já, það hefði verið ansi grimt. Ansi grimt. Já. Í sveitakeppni þá er þetta nú að vera að leggja undir svona í öllum spilum, sko, ég veit það ekki. Ég hef aldrei gert það, sko. Nei. Það er ábyggilega til spilara sem bara leyfa helst ekki andstöðun að spila svona lága samninga. Bara loka bara augunum og dobla. Nei, er það ekki líka þannig eins og vorum að kannski tala sko, eins og með svona stíl eftir löndum og svoleiðis? Jú. Þú veist, eins og við erum búin að vera að sjá Danina, sko, þar eru menn bara sko nánast bara með engin spil, sko, þeir eru samt að opna og Já. En þeir greinilega alltaf vera áfram með miklu fljótar að spila á þessu borði, heldur en hinnu. Já, Gunnar er búin að vera fljótur að spila þessi 2 spil sem hann er að spila. Já. En það er alveg spurning hvort við fáum í tæknimennina til að svissa yfir bara á hitt borðið. Svolítið að við þurfum. Já. Já, við hoppum myndavél smá stund og það sem við ætlum að gera núna, við ætlum bara að færa okkur yfir á hitt borðið. Þeir eru miklu lengur að spila öll spilin og við nennum ekki að vera að bíða eftir þeim. Svo það er kannski bara betra að fylgjast með þeim og meta það þannig. Til það. En þá náttúrulega erum við líka að koma og sjá spilara eins og Sigurbjörn Haraldsson, makkarið þinn. Makkar minn, já. Og bara einn besta spilara sem Ísland hefur alið. Heldur betur. Og hann er að spila við Stefán Stefánsson. Sem var líka makkar minn. Sem var líka makkarið þinn. Og bossinn minn. Já. Nú erum við komin inn á það. Þeir eru að spila 3 hjörtu í þessu sama spili. Þarna eru 5 impar til Grant Thornton, einn niður í 3 hjörtum. Já. Svolítið að staðan orðin 8-6. Já, 8-8 fyrir ekki. 8-8 sko. 8-8. Já, þarna hefur kannski verið komið meira inn á sagnir og þeim hefur verið ítt upp í 3 hjörtu sem fara síðan niður. Þarna opnar austur á einu laufi. Þetta er hann Jón Hersir, hann er búsettur í Svíþjóð, læknir þar.
Ég held hann sé að spila í Svíþjóð. Já, Þeir eru komin upp í 4 spaða. Það er ekkert meiri í þessu. já, ég veist þetta nú svona, er þetta ekki dálítið lint að reyni ekki eitthvað? Jú, eflaust sko, það er svona sérstaklega á vestur spilin. Segja bara 4 tíkla og ef makkar á einhverja hunda í tíkli þá og nú oft 3 ása. Já. Þannig er hann heppinn af því að hann gefur alltaf lauf og hjartaslag. Já, það er bara, það munar nú bara engu að þessi samningu sé niður sko, Já, á, það kemur- á stungum, en suður á ekki aðra innkomu. Nei, Já, þetta var kannski svona, ég finnst þetta nú dálítið sjensarík spil sko. 2 5-litir og 5 svona áspil sem við köllum kontról, ásar og kongar. já, og veist, er þetta ekki líka svona dálítið mikið sign-off, þarna stökkva í Já, 4 spaða? Ég hefði meldað eitthvað annað sko. Ég hefði svona aðeins að kanna spili betur. Mér finnst svona dálítið svona að loka á þetta strax, það sé ekki slemma í spilinu. En hvað segja þér? Never argue with success, þannig að þetta er allt í lagi. Já, en það er rétt sko, það er nú kannski dálítið heppinn núna, vegna þess að það er ekki þurft að teikna þetta mikið öðru sér upp, heldur það myndi bara standa. Nú átti 6. makkir hjónin í tíkli, það eru 5 punkta, það verður stann annars staðar. Akkurat. Já, og hann fær hérna stungu í laufi. Nú þurfti bara hjarta á sinna að vera í suður, þá er þetta niður. Já. Nú vantilega reynir hann ekkert að finna svaða drottninguna svoleiðis að gefa bara eitt hjartaslag. Já. Þannig að þetta spil er að fara að falla í 4 spöðum. Þannig að leikurinn er ennþá bara, 8-8. 8-8. Nú vonandi fáum svona flott spil eins og í síðustu viku. Þannig að það voru nokkur mjög flott spil þar. Já. Það væri gaman að fá eitthvað svona, einhverja góða slemmu eða eitthvað. Já. Nú er Sigurbjörn að hugsa sig vel um það hvernig hvar mögulega gæti verið ykkur innkoma til að hann fengi aðra stungu. Nú fyrir að vantilega bara, kemur ekki bara hjarta áfram eða? Jú. Svo leggur hann yfir spaða kóng núna, það er líklega nú. Okay. Já. Þetta var líka letileg spilamennska því að sko Norður á ekki og passa bara í byrjun og kemur aldrei inn og hann á ekki 1 spaða og 1 lauf sko. Nei, svo segja þetta hefði legið þarna. Það var spaðin 4-0 sko, það voru átt að taka kónginn þarna í spaða. Já. Þetta var svona smá svona, skipti ekki máli eins og spilið var. Vel að segja að Vestur hafi verið bara mjög heppinn í þessu spili, bæði meldaði hann ekkert sérstaklega vel en endaði samt í réttum samning. Já. Og svo var legan svona miðað við spilamennsku og hann eiginlega hálf heppinn með það líka. Já. Ólíklegt að Bessi í 11 spil í rauðalitunum sko. Það var sem hann spilaði upp á. Já. Það var nú ekki líklegt. Hvernig veistu það? Eru Jón Hersir og Hlynur
Eru þeir farnir að spila þetta mikið saman núna? Þeir eru bara glænýtt par. Já. Það verður gaman að fylgjast með þeim. Já. Svona báðir svona spilarar sem eru mjög góðir og Já, þeir eru ólíki spilarar samt, en samt ég held að geta orðið góðir saman. já, Og báðir alveg elska að spila bridge, sko. Þeir eru mjög gaman að spila báða. en þeir eru nú samt örugglega ekki jafn ólíkin eins og spilararnir í norður-suður. Nei, þeir eru vægast sagt ólíkir, þeir tveir. Annars vegar ertu með Sigurbjörn sem er sérfræðingur í öllum kerfum og vill spila svona Já, alvöru bridge eins og það kallað. Sigurbjörn er sko landsliðs þjálfari, þess að hann er að þjálfa bestu pör landsins. Já. Og svo ertu með Stefán í suður og hann er mjög góður að spila úr en hann er mikill tilfinningaspilari. Hann er það og spilar óheimji mikið. Já. Hann alveg. Og alltaf gert, finnst alveg svakalega gaman að spila. Hann var einmitt að vinna sumarbrids núna, var að fá velun í Stigamestari í sumar, eða ekki? Jú, Já. Núna var að fá velun síðasta miðvikudag þar sem hann er stiga hæðstur eftir sumarið. Já, glæsilegt. Þess að það er nú aldeilis vel gert. Já. Voru þarna það var mikil keppni undir lokin á milli Stefáns og Gunnar Björns. Já, það sem klikkaði hjá Gunnari það var það að hann þurfti að fara að kenna í bridge-skólanum á kvöldin. Já, undir lokin þegar bridge-skólinn var farin á stað sko, þá gat hann ekki mætt að spila vegna þess að hann var að kenna. Hann byrjaði bara að snemma með bridge-skólan, hann misti sumar þess að titilinn að vinna stiginu í sumari sko. Já, en svo nú ekkert víst hann hefði unnið sko, Nei. mætti alltaf sko. Nei, það er alveg rétt. En það er spurning hvort að við skiptum yfir á hitt borðið aftur. En nú eru bæði pörin búin að spila þetta, sko, spila þetta spil. Já. Það fellur þetta spil. Já. Og þetta er eins og við vorum að tala um áðan, sko, það er alltaf smá bið frá því að spilarnir sjálfur eru að spila, þangað til að kemur upp til okkar. Þetta er alltaf kláreitt spil áðan að kemur live og þetta er gert til þess að spilarar get ekki verið að sjá spilin í sjónvarpinu sem þeir eru að spila. Nú eru komið spil í 6 og austur opnar á einu grandi. Þetta er vantarlega svona 15-17. 15-17. Og þannig er hann greinilega að meta tígulið sinn dálítið svona hækka. Já, hann er með ás og kóng til að hugsanlega komast inn á litin. Já. Þannig að hann skýtur bara á 3 grönd. Og er það ekki bara alveg eðlilegt? Jú, ég veist það. Sjötti tígullin er svo sterkur. Ef að makka er á 3 tígla, þá er bara svo líklegt að þetta séu bara einhverjir 4-5 slagir, sko. Hvað myndið þú komið út þarna, Hjarta? Nei, komað þarna 4 laug allt í hennu. Já. Það eru hálitnir. Já. Sko, hann er bara sko, með svo mikla skiptingu að spili getur léttilega bara verið þannig að bæði 3 grönd og 4 í hálit standa, sko. Já. Það er dobli austur. Já. Þetta er svona, þegar menn dobla svona sagnir, þetta er ofta svona, maður að benda makkir á, sko, að við viljum frekka verjast. Sem er nú eðlilegt að grandopnum svo sem nánast alltaf vill. Þannig að ég held að Gunnar bara dobli þetta. En svo er náttúrulega spurning, sko, hvað, það er ekki bara langlega með að standa þetta? Sko, ég býst að hann kom út með lauðþrist.
gæti, já, sko, og þetta sko, jú, það ekki bara, þetta ekki bara alveg, ertu að fara að gefa eitthvað meira en 2 hjarta og, Einn á spaða. sko, þú þarft að trompa spaðana, en þú eiginlega, sko, gæti gefið, sko, 3 á hjarta, sko, en hann fær að trompa á hjarta kóngin yfir, sko. Inn á Gosa fyrir aftan drottningu, sko. Já. Þannig að nú til dæmis ef að hérna Gunnar tekur bara spaða á og spila spaða Gosa, þá spilið alltaf niður. Þá fá þið 3 á tromp. Hann gerir það, hann tekur á sinn. Já. Mér sýnist, sko, að hann, já, þetta dálítið snúið spil, sko. Þetta Ég ekki sagnaði, sko, þó kom ekki spaði tilbaka núna. Veist, er hann eitthvað að fara í trompið? Hann ekki alltaf... hann sennilega bara alltaf að fara að gefa 3 slega á tromp og 1 á spaða. Bara sáttu við það. Hann er kannski ekki sáttu við það, sko, en hann er kannski vonast til þess að... Sko, ef hann hefði spilað hjarta í slag 2... Kemur lauf. Já, það er allt í lagi. Ok. Nú er hann alltaf niður, það ekki? Jú, hann er alltaf með 3 hjartalúsera, sko. Hann er saman komið hjarta núna. Hann hefði þurft að spila hjarta í slag 2. Já. Þetta er svona eitt af þessum spilum sem er ekkert voðalega létt að sjá alveg hvernig það fer, sko. Það er kannski hægt að þræða það heim þannig með að spila hjarta í slag 2. Þeir geta ekkert styttið voðalega mikið, sko. Þú ert með allan tígunni fyrir aftan Ásdrottningu og Já. þeir eru engan lit til þess að stytta, sko. Þannig að ég held þetta hafi staðið, sko, eða hann hefði spilað hjarta í slag 2. En vantarlega er þetta samt alltaf gott spil samt sem áður, sko, í norður-suður. Já, 3 grönd er náttúrulega, sko... Hann fyrir vantarlega langleiðina með að standa. Nei. Til dæmis eftir 1 grand 3 gröndi og kemur bara út með fjólut frá fjólutum í hjarta, þetta er... Alltaf niður? Það er bara, sko... Sagnaði á 2 slag á spaða, 2 á hjarta og 1 á 10, það eru 5. Það er bara að gera gott að sleppa 3 á 4 niður. Nei, nú hélt hann að, nú gaf hann spilið. Já, þetta var ekki gott. Hann er kannski haldið að hann var að reyna að plata kóngin úr honum með að spila undan ásnum. Ekki þórað að... Já, þetta vantarlega verður þó eitthvað alveg risaspil til norður-suður. Já, hann þarf að hérna... Eitt í spaðan. En ég held að hann gerir það. Gunnar kom út með laufa þrist. Ef hann á... Já, það þurfti ekkert að hafa fyrir því, sko. Nei, sko, ef hann á Áskóng Gos í spað, þá var kannski komið þar út, sko. Já. Kannski ekki, sko. 4 hjörtu dobluðu staðinn. Já, þetta var ekki gott. Og mjög fljótur að þessu líka. Það er ekki gott tempo í
í þessu stundum hjá honum. Nei, en þessi rök sko sem ég var að koma á hann sko, hann er alltaf með kóngin annan og sér ekki ásinn, verður svona óttast að sé að vera að plata hann eitthvað. Já, sko, Makker opnaði á Grandi og Sagna var búin að sýna sko hjónin í Rauðu og svona sko, þannig að þetta er Makker á hjarta ás í spilinu, það er alveg vitað. Já, þetta var ekki gott spil til Grant Thorntons. Nei. Þannig að við búumst við að tíminn og vatni séu komnir yfir núna. Og vantarlega fá þeir bara svaka svingin spili. Já. En þetta er mikið skiptingaspil sem er núna spil 7. Tvö hjörtu. Hvað segir það? Er þetta bara eitthvað svona gammaldags? Þeir spila bara, já, þetta sýnir bara 5 liti hjarta og 4 liti lálit og neitar sem sagt opnun. Svona 6-10 punktar. Ég hugsa að Norður segir bara 4 lauf. Já, 4 lauf. Þetta er hindrun og býður Makker að passa með lauf eða breyti 4 tíkla. Já. Og þetta ger hann að því hann getur hann á í raun og veru sókn í báðum lálitunum. Já, Makker er búin að lofa sérst öðrum lálitnum, þannig að nú er Austur Þingað bara að koma inn á 4 spöðum, það er eitt annað að gera. Og þá er spurning ef hann gerir það, hvað Vestur gerir með sín spil sko. Já, hann á bara clear cut pass. Er það? Já, já. Já, 4 spaðar. Svona spilum viltu bara, ef að slemma stendur, þá bara missir það, sko. Þú getur ekki, sko, Makker þarf að fá að teygja sig annars lagi, sko. Já. Þetta er svona eina af þeim stöðum. Þannig að... Það hann heldur bara áfram, 5 tíklar og... Já. Dobl. Já. Þetta... 5 tíklar doblaðir. Já. Já, það var bara svona. Þeir skoruðu 14 impa í síðasta spili. Vá, konur 22-8 yfir. Allan hafi spilað tíkli út kannski í 3 gröndum upp frá fjólutnum og Makker með ren. Já, já. Og Bessi ekki komið inn á, eða þetta gengið eitthvað 3 grönd og Bessi kannski ekki komið inn á. Og Stebbi ekki hitta útspilið. Já, nú er spurning hvort að sé hægt að ná þessu, þess að vörnin á alltaf þessa 4 slagi. Og núna er sennilega best bara, ef að Guðmundur finnur bara að spila trompi. Þetta er komið eitt niður. Hvað heldur þetta? Hann sé bara frá alltaf bara viksla restinni það? Já, nú dettur ásinn og svo dettur drottningin í hjarta og 10-2-2. Þetta er bara búið. Hann höfð 500 dán. Já, 4 spaðar. Hvernig var það spil? Einn niður. Nei, er það?
út með spaðalúser og hjartalúser og tígulúser og svo liggur laug kongur sko. Stendur það ekki? Já, það fyrir allan langleiðina með Já, standa. mér sýnist það bara að standa 4 spaðar. Það hefði verið 620, svoleiðis að Já, þá er þetta góð fórn. En þessi leikur er búinn að taka svona, þeir eru að taka smá aksjón greinlega núna eftir hæga byrjun, það er mikið í gangi. já. Hann ætti nú að vera með skiptingu austurs núna dálítið á hreinu. Já, 2 lauf og 3 hjörtu. 6 spaða, það er allt sannað í spilinu. Já, þetta er sennilega bara fínasta tala að gefa út 500 kall hér. Mér sýnist 4 spaða vinnast, 6 og 20, þannig að já, og bæta er eitthvað örlítið í fórustuna. já, ég stóri ef að Stebbi og Bessi finni þetta, sko, að fara í 5 tíkla, en maður veit aldrei. Þeir liggja yfir þessar endastöðu. Já, hann er að vona að sé eitthvað staðar. En hún er ekki. Hann fær bara á trompásinn, hann fær ekkert fleiri slagi. En við sjáum öll spil, þeir þarf náttúrulega að sjá ekkert öll spil, þeir sem er að spila. Nei. Og við vorum nú kvart yfir í áðan að Vestur hefði spilað í full miklu tempói áðan, svoleiðis að bara fínt að hann sé að Já. aðeins að velta stöðunni fyrir sér innan teiknu upp. Já. Það er gott að sjá þetta fyrir okkur og getum við vita hvað við þurfum að tala um á sveitafundum. Já. Hvað þarf að vinna í? Já. Og getur hann bara lagt niður. Já, og spilið búið. Það er 2 niður, 500. Við varum að giska á þetta séu 3 rimpar til norður-söður. Til sem sagt tíminn á vatnið. Nei, Herðu. nú erum við eiginlega bara að fá skorið. Hvað gerist á hinu borðinu áður en við fyrir með þetta spil? Þeir eru að fara eitthvað 1100 dán, veitum við. Þeir fara 3 niður á spaðanum. Já, hvað er ég að sjá svona vitlaust? Já, þetta er sko hjartagosi út og svo er þetta hleypt á kóngin blankan. Já. Svo byrja bara stunguveisla. Og nú er þetta bara orðið jafnt. Við skulum bara skipta aftur yfir í spilið. Leikum bara jafn. Já. Það er aldeilis. Og við förum bara aftur yfir í spilið.
Jæja. Eitt tígull, eitt spaði doppl. Nú segir sennilega sko Ómar 2 hjörtu. Það mætti hljóma, það geti kannski litið skringilega út en það sem sagt sýnir bara svona aðeins betri spil heldur en að melda bara 2 spaða. Báða sagnirna hjá þeim sýnir spaðafitt, spaðasamlegu. Og væntanlega er þetta doppl í austur búin að sýna hjarta. Já, doppl í austur er bara 4 hjörtu eða fleiri Já. og einhver smá spil. Já, hann Sagði 2 spaða. þarna sé ég að það hefur verið alertað, sérst látið við þetta veri, Já, sko. hvað getur það verið? Það er bara, þetta er veikt ábygglega hjá þeim. Já. Já, Guðmundur er ekki hræddur við sagboxi, sko. Nei, Hann lætur vaða. en Ómar er væntanlega alltaf að fara að segja 4 spaða núna eða ekki? Já, náttúrulega með Nei, 4-3-3 skiptingu, skilur, þó hann sé með fjólindi trompi, þá er oft ekkert sem hann getur trompað. já, Það er með ekkert tvíspil. Þá viltu oftast verjast á jöfnum hættum. Þannig að það er frekar að Stefán taki fórnina. En eins og við sjáum sko, þá standa ekkert 4 hjörtu sko. nei, en 4 spaðar, já, þeir standa. Þarna greinlega hinn Já, borðum. 4 spaða vinnast. Og Svolítið segja, norður leifir þeim að spila þessi 4 hjörtu og þá er Grant Thornton að fara að taka vel inn í þessu spili. betur. En ef það segir 4 spaða, þá kannski dobla mínir menn eftir sagnir og Já, já, þetta norður passar. þetta er ekki gott spil hjá Nei, Tími og vatnið. Og núna kemur sko í vörninni, það kemur út spaða ás og það er bara 1 spaði í borði. Þá kemur núna Ómar að segja við makker hvort hann vill fá lauf eða tígur næst. hann spila fjarkanum. Það er lægsta spilið og þá er hann að segja ég vill ekki tígur. Þannig að Þá hlýtur að koma lauf. já. Og líka 1 tígull lofa 5 tíklum hjá þeim. Já, Nema hann eigi sko skiptinguna 4-4-4-1, þá getur hann átt 4 lit, annars er alltaf 5. Þannig að það er alltaf þá að fara niður einhver lauf sko, þannig að hann treysti bara Ómari, Ómar ætti eitthvað í laufi til þess að kalla í laufi. já, Glæsileg vörn. Betri vörn en sagnir. já. Já, það var allan að taka þetta niður, sko. Já. Annars var þetta nú bara algjörlega hræðilegt, sko. Já, ef þeir spila aldrei í laufi, þá, já, það dugar ekki samt. Þú átt bara 2 niðurköst í tígulinn. Þú ert samt niður, sko. Já. Þannig að við erum að fara að sjá hérna Við erum að fara að sjá Grant. 350 kall, eða ekki 8 impar, Já, 8-9 impar. 8-9 impar. Þannig að Svolítið að Grant er bara komið allt í henni yfir. Já, Leit út fyrir áðan að þetta væri að fara að vera rúst hjá Tíminn og vatnið. já. Heldur betur ekki. Nei, þetta er fljótt að gerast. Já. Nú er spilinu þannig laga lokið. Bara gefur á trompásinn. Sættir yfir 2 niður. Átta, Átta, já, 350, það eru 8, já, það eru ekki 370 eitthvað svona í 9. Þá er 29-22. Já.
Þarna Norður að opna. Þeir spila bara 15-17 grandi eða hvað? Man það ekki hvort, ég held að spiluðu 14-16, Ómar og Stefán. Já. En já. Þetta þarna passar austur, hann er að vonast til þess að fá eitthvað vendadoppl þarna. Ég er nokkuð viss að 2 laug hjá þeim sýnir laug og hjarta. Þannig að nú kemur austur til með að melda 2 spaða, eða að ég myndi gera það. Þetta er bara þannig spil, þú getur spilað þetta á móti hvað sem er, með gosa 10-9 litnum. En 2 hjörtu er líka alveg möguleg sögn, sko. En í þeirra kerfi væri þá 2 hjörtu, væri það þá 5 litur eða hvað? Sko þeir spila doblið er sem sagt spaði og hliðarlitur. Og 2 laug og 2 tíklar er sá, litur og hjarta. Já. Ok. Þetta var mjög agað hjá þeim. Já. Nú er aldrei spurning hvað kemur út, sko. Það er best fyrir vörninni að það kemur lauf út, er það ekki? Það er alltaf erfitt eftir sagnir því að Vestur var búinn að lofa lauflit. Ja, ég hugsa hann komið bara út með tíul. Ja, kannski tromp. Ég veit ekki hvað maður á að spila með svona spil. Já. En er þetta ekki, heldur þetta verið ekki versta höndin sem mun koma upp í þessu móti? Hann er ekki eins og með 9 á hendinni. Já, þetta er ræðileg spil, sko. 8 er hæsta spilið, Þetta er fín spil í nóló. Það væri nú gaman að vita bara líkunnur á því að fá ekki eins og 9 upp á hönd, sko, eða 10. Nákvæmlega. Þetta verður þægilegt spil fyrir Gumma. Spaðin hjá andstöðunni liggur 3-3, þannig að hann getur alltaf trompa með tvistuna einhver tíman og svo nær hann eitthvað að trompa heim. Þannig að hann vinnur þetta spil alltaf. Og þið sem kannski ekki viti, sko, þá er þetta þannig að þó að staðan í leiknum sé 22-29, þá er það ekki alveg svoleiðis í bridge, sko, því að svo er þessari tölu breytt í það sem við kallaði svona victory points eða svona vinningsstig. Akkurat. Og miðað við stöðuna núna, þá er Grant Thornton að vinna sem sagt leikinn 12,16 á móti 7,84. Og svo tala er alltaf í 20. Já. En það eru úrslit sem tíminn og vatnið mega nú að bara eiginlega ekki við, sko, eftir. Nei, sko, þeir skulduðu 7 stig í 4. sæti fyrir þennan leik. Já. Og ef þeir eru að fara að tapa aftur núna af eitthvað svipað og gerðu síðast, þá þurfa nú aldeilis að spýta í lófana. Það er samt. Þetta er nú bara 5 umferðir eftir. Já, þetta er fljótt að gerast. Já. Þeir gefast ekki upp. Nei, enda, eins og vorum að tala um áðan, sko, þeir eru náttúrulega með svona, par sem er búin að spila mjög marga landsleiki fyrir hönd Íslands í Ómari og Stefáni. Já. Svoleiðis að
og hinum vagnum eru þeir með gott pall líka. Svolítið þetta er svona sveit sem ætti að geta unnið allar aðra sveitir á góðum degi. Stefán er nú fyrsti maðurinn sem ég spila við í landsliðinu. Fórum til Hollands í yngri spilaramót. Og hvernig gekk það? Það gekk alveg ljómandi vel. Ég man eftir því að þegar að rússarnir komu á bíl frá sem sagt Moskvu til Arnheim. Já. Og svo voru þeir bara með kaviar í skottinu og voru að selja bara. Já, milli leikja. Þetta var á þeim tíma sko. Já. Þetta er svo langt síðan þetta er. 94 held ég. Hann er bara að rúlla þessu heim, síns manni. Já, þetta þægilegt sko. Spila tígli og hann er nú Styttir hann. En getur hann gert það? Nei. Já, hann er komið 5 slagi og á 3 efst í trompi. Já, það er nú ósennilegt að hann geti nú farið niður á þessu. Já, og svo er hann að trompa 1 lauf líka. Þannig að hann enda með 9 slagi. Og það er bara Já, og leggur bara niður núna. ágætis rísöld. Það er 10 slagi. Okay. Já. Þá erum við komin í spil 10. Já. Það er 1 lauf. Já. Það er alertað að það var að lofa Já, hér sjáum við þetta svona svo kerfin er dálítið spiluð í dag að með svona jafnaskiptingu þá opna menn bara í dag dálítið mikið á einu laufi og láta tígur opnununa lofa ójafnri hendi, þannig annarkot 6 tíklum eða 5 tíklum og 4 litu eitthvað starf annar staðar. En þeir spila 15-17 punta grand en Guðmundur er hann er hérna að upphefja þessa 17 punta. Höndin er allt og góð til þess að opna einu grandi. Þú ert með góðan 5 lit, mikið ásum og kongur sem eru góði punktar. Þannig að þetta er bara flott. og maður segir 2 spaða og... Já, og nú segir Gunnar Björn 3 hjörtu og Já. hér með að segja 3 hjörtu þá er hann að lofa að slatta spilum. Þetta er sagvinna sem er kallað Lebensol og ef hann hefði átt sem sagt ekki hjarta ásinn, ef hjarta ásinn hefði bara verið hjarta tvistur, þá hafði hann sagt 2 grönd og svo 3 hjörtu Já. til sína veikspil. Þannig að nú segir Guðmundur bara 3 grönd væntanlega, að þeir ná bara 3 í hjarta. Vistur eitthvað að hugsa þetta hræddir Já, þetta er kannski létt þegar maður horfur á allar hendur á. Við sjáum að 3 grönd standa létt með 10 kongnur réttum, en kannski við borðið er þetta ekki jafn létt. hræddur við spaðan í gröndum. Já, hann verður samt að melda game ef að Makri er búin að lofa 7-8 punktum, sko. Já. Það er ekki tækt annað. Glæsilegt, það var bara vel list hjá þeim. Og á þessu leveli sem við erum að horfa á, alltaf þegar við dobnum svona, þá eru við með það sem við köllum úttekt. Já. Þannig að sko, ef Makki er núna á 5 hjörtu, þá er hann ekkert að vera að sitja í 3 gröndum. Af því að sko, oftast átt að eiga 3 hjarta til þess að allavega til að dobla. Sko. Já. Svoleiðis að eftir í raun og veru, ef að vestur hefði verið 5 lit og þá hann átt að segja í 4 hjörtu þá bara eftir 3 gröndun eða hvað. Ef hann hefði ekki treyst fyrir þess að melda strax, Makki náttúrulega þegar hann dobla 2 spaða lofar ekki svona miklum spilum. Þannig. Já, það finnst mér. Þarna hefði þurft að koma lauf út, en eins og við sjáum þá skipti það engu máli. Spili liggur, 10 kongurinn liggur fyrir framann, þess að hann liggur fyrir svíningu. Nú er eitthvað gert í síðasta spili, nú er tíminn og vatnið konur yfir. Já, það er aldeilis maður.
Var það ekki bara eitthvað? Skulum klára þetta spil og fá síðan stöðuna eftir þetta spil. Sjá hvað þau gerst á hinu borðinu. Þetta eru ótrúlega margir impar sem eru spilaðir gefnir út. Já, sko í 10 spilum þá er þetta sko 61 impi, það er ansi mikið. Sko. Er það ekki, svona, hvernig er það í bridge? Sko? Er það ekki almennt séð svona kannski merki að svona, leikurinn hafi ekki verið allt og vel spilaður eða svona mikið impum? Það er oft merki það. Að það hafa verið svona bridge errorar við borðið. Já, nú bara næra sér eitt spaðaslag og þetta endar í einhverjum, 11 slögum, 5, 8, 9, 10, 11. Já, +2. +2. Og nú ætlum við að fá skorblaðið upp, sjá hvað gerst í... Þurfum að sjá hvað gerðist þarna. Já. Já, það eru 3 grönd +1. Já, austur og vestur fóru í game. Já. Það eru svakalega sveiflur í þessum leik. Það var nú helviti, það var nú ansi gott að spaðið lá svona vel. Já. Og hjóni fyrir framann áskosa 10. Nú er tíminn og vatni komið 3 impum yfir. Já, heldur betur. Og við skulum bara skella okkur í spilið. Þannig söður sem er gjafari. 2 hjörtu. Nei, fyrir ekki það, norður, já, það sést norður opnar á 2 hjörtum. Já, það er þarna hjarta og lálitur. Já. Já, ég veit ekki hvað suður á að segja, bara 3 hjörtu, halda svona hindrunin áfram. Samt aldrei skrítið að eiga 1 spaða þarna og andstæðan er ekki að melda neitt. Ég er ekki hrifinn á þessari ákvörðun Gunnars líka að passa með þessi spil í vestur. Þau eru vilja 2 spaða eða... Bara 1 spaði, sko. Já, 1 spaðna í upphafi. Já. Já, með 11 punkta og 1 spil. Já. Þetta er svakalega svona eitthvað undirmelda finnst maður. Já, þetta er svona utan hættu og sko við höfum að átta okkur á því hvað spaðin er, sko. Spaðin er náttúrulega bosslitur í spilinu. Já. Þannig ef maður á spaða, þá er nú bara, sko... Þú ert náttúrulega að hindra líka já, að hans að koma að. Þú ert að taka af þeim svo mikið og svona. Já. Já, já. Og nú doblar hann. Það er úttekt. Nú er spurning hvort að Guðmundur gamli á 4 spaða, sko. Hann veit að sko Gunnar Björn hlýtur að eiga einspil í tíkli til þess að geta dobla á 3. þrepi. Passaður. Og þú ert með Áskongi Laufi Litljón í spaða, þannig að þú bara teikna upp hvernig höndmakk er á. Áskong 4. Já, þú veist að makk er á 4 hjörtu. Hann býst við því að makk er í 4 hjarta. Af því að hann fór semst úr hjörtum í lálit. Já. Hann náttúrulega býst ekki við því að Ómar sé að fara að leggja niður 3 hjarta eftir sagnir. Það er svo...
Þannig að hann býst við að makkar í 4 hjörtu 4, spaða 1 tígul og 4 lauf. Það væri svona eðlileg skipting. Nú bara spurning hvernig punktar það eru. Hjónin í hjarta eða kannski ekki. Það verður ekkert vola falli í punkta fyrir framan 2 hjartasögn. Kannski ásinn bara. Og spaða ásinn og lauf drottning. Það eru 10 punktar. Það væri ekkert óeðlileg hönd með sagnir. Ég alveg útilokað að Austur frestist til að breytist í refsingu. Já, það myndi ég segja, þú varst bara 3 tíkla og makkir að dobla til úttektar. Já. Hann var bara að hugsa að hvort hann ætti að gambla á geimið, sko. En hann veit að game mjög close, sko. Það alveg örugt. Makkir hlýtur að eiga eitthvað af þessu spilum, sko, sem passa. Já. En nú getur vesturinn verið ekki sagt neitt eftir þessa miklu umhugsun. Vandalega verður bara að passa. Já, hann var aldrei að fara að segja neitt hvort sem þannig að það Þú getur ekki passað og svo doblað og svo bara hækkað í game. Það eitthvað skrítið þá við þær sagnir. Já, sérstaklega eftir þessa miklu umhugsun í austurs. Já. Þetta flott, þetta bara stendur slétt. Það lauflúser og hjarta og 2 á spaða. Já. Þannig að þeir nú búin að eiga nokkuð gott núna, Gunnar og Guðmundur, svona síðustu spil, sko. Já, eftir svona kannski fóru illa á staðinn. Já, áttu 1 hróðarlegt spil þarna áðan, en þeir voru alltaf óheppnir að tapa þarna í síðasta spili. Það gerðu þeir nú bara ágætlega, sko. Lauf fjarki út. Já, hann að spila bara makkir upp á þessa skiptingu. Já. Hann á 1 spaða og þeir meldi ekkert svo mikið í spöðum. Þannig að þeir sennilega bara 9. Já. Og makkir búin að sína 5 hjört og 4 tíkla. Það bara 3 spaðar 1 lauf. Það ætla bara að gefa hann stungu. Já. Hún skiptir ekki máli, sko, stungan, sko. Hann hendi, sko, ef hann spilar laufi núna og hann trompa með þristinum, þá það að henda lauf 8 í hjarta, sko. Þannig að nú gefur hann bara 3 á tromp og 1 á hjarta og engan á lauf í staðinn. Þetta var flott útspil hjá Ómari og vel hugsað. Já, svona miðað við sagnir að þá svona sá hann sóknarfæri þarna. Já, nú getur hann nánast bara lagt spilið upp. Gefið 1 slag á hjarta. Góð tala, 140 kall. Þetta alltaf gott að það mjög hættulegt að fara kannski sér í 4 spaða hér 1 án. Ég ætla nú að giska á það að það verður spilað hinum megin. Já, það 3 hjörtu. Nei, 3 spaðar, sleist annir. Já, ég ætla að giska að Grant sé að fá 5 impa hér. Hann Já. Maður nú haft. Það ekki búið inn í borðinu en þeir... Þannig að ég myndi halda staðan væri núna 32-34. Grant væri komið yfir aftur. Norðuróttnar á 1 tíkli. Já, þeir eru greinlega að spila 15 og 17 Grant. Já, annars hefði nátt með 1 Grant með 14-16. Guðmundur valdi ekki að koma inn á. Ég veit nú ekki hvort ég sé sammála þeirri sögn að segja pass hérna með þessi spil. Utan hættu gegn á. En þú ert svo sem með laufa ásinn og spaða gósan, þannig að kannski
þarft ekkert endilega að fá hjart út. Suður vantarlega að freistast bara til að fara í, 3 grönd. Já, hann myndi stundum sko Ómar gefa áskorun með 12 púnta, en alls ekki þessi spil. Þið sjáum sko, hann með sko 10 hérna alveg og 9 og endalaus millispil. Já. Hvað hann að fá marga slæði þarna? Já, þetta spil liggur náttúrulega rosalega vel. Það liggur gósin 3 í spaða rétt, þannig að með að spila spaða ás og spaða á 9, það farið 3 spaðaslæði. Þú hafði greinlega rétt fyrir þér í spilinu undan. Nú er Grant Thornton komið 2 yfir, svoleiðis að 82-34. Það er þegar Gunnar opnar ekki þegar hann á opnun og komst upp með það. Já, það eru menn ekki svona yfirleitt að tapa á því í sveitakefni að keyra ekki í geiminn sín. Já, erfitt að svara því, en allavega í þessu spili þegar ég horfði á höndina þá held ég að flestir hefðu nú bara byrjað sko, en hann tók 5 impa þarna. Já. Bara með þessari ákvörðun. Sko, þetta er ég veit ekkert hvort að sé eitthvað annað play heldur en að spila bara spaða ás og spaða á 9. Og besta sem Gunnar gerir, það er að gefa spaða 9 og ekki taka kónginn ef að spilið þróast þannig. Og þannig að hitta á að spila drottningunni næst sem hann á að gera. Má sjá hvað, þetta er ekki létt spil að spila. Og spila laufi, ég veit það ekki. Þú myndir fara í spaðan, taka ásinn. Já, ég er að horfa á alla hendur. Já. Ég sé að þá vinn ég spilið, en þetta er dálítið erfitt spil. Sko, ef þú spilar laufi á til dæmis 9 eða eitthvað svoleiðis, vona að 10 sé á austri. Hann fyrir í spaðan. Já, þetta virkar svona besti sénsinn til þess að vinna þetta. Það er sko bara austur eigi góðsan 3 spaða. Já, hann tók slægin, þetta auðveldar fyrir Knafa. En sko, málið er það sko að hann á alltaf að spila drottningunni næst, því að annars væri hann, ef hann hefði verið að dúkka með kónginn 3, þá hefði verið að gefa honum óþarfa slag. Já. Þannig að þú átt alltaf að finna þetta. Já. Svissar Gunnar yfir í lauf. Það var merkileg ákvörðun. Slapp með það líka. Ég held að hann hefur haldið úr því að Gummi kom ekki inn á einu hjarta að sagna vætti fjólviti hjarta. Já. Hann vissi að Makki ætti 7-9 púnta. Það sé blindan. Já. Og ef Makki á 5 hjörtu, akkur kemur hann ekki inn á utan hættu ekki ná. Já. Þannig að Þetta er kannski bara alveg eðlilegt hjá honum að... Já, þetta er ekkert alveg út í hött. Nú erum við búin að gefa þetta, nú fær hann á hann rest. 10 slægir.
En þetta gott spil til tíminn á vatni, þetta hættulegt spil. Já, vel spilað. Já, það var. Stundum Brits bara svona, þú veist, hann bara í vondum samning og það bara, þú veist, bara vona það besta. Þetta vona Austureyju gósan annan eða gósan þriði spaða, það bara. Þetta svo skemmtilegt með Brits-einmitt eins og þú nefnir, sko. Ofta tíðum þegar eru svipaðir að gæðum spilarar að spila. Líkurnar þetta munar kannski einhverju prósent til eða frá. Getur sveiflast alveg svakalega mikið í raun og veru niðurstaðan á spilinu. Bara þetta svona dagsform og bara hvað ákvörðun tekur við borðið. Svo náttúrulega skilur það versta sem þú lendir í, það þegar þú spila spilið rétt og fer niður og þeir spila spilið rangt og standa. Það bara kannski að falla við Brits því að það svo mikill heppnisfaktor í sjálfu sér í spilinu. Þannig inn á milli. Já, það var bara næst síðasta spilið og það bara hérna. 1 grand í suður. 1 grand. Þetta minnir mér nú dálítið bara á þarna Norrlandamóti þegar ég átti þarna einhverja hálfleitina og enda 1 grand og dobluðu 6 niður. Já. Það var eitthvað svipað og þeir tóku 7 slag á tíul og 5 slag á lauf. Já. Það bara minnir mér nú dálítið á það. Já, nú segir Gummi 2 tígla til að sýna tígul á hjarta. Guðmundur, eins og ég sagði ykkur áðan, hann ekki hræddur við sagnboxið, hann lætur bara vaða. Datt ekki alveg í lukkupotti núna, makkar á bara tvílit og tvílit. Hann passar bara. Já. Já, hann spila bara þetta. Best að koma með tromp út í þessu spili. Nei, þetta alveg spennandi spil, sko. Kemur spaða á oss. Og nú setur Stefán spaða 8, eins og við tölum áðan, til þess að segjast ekki hafa áhuga að fá spaðan áfram. Já. Ok, gerði það ekki. Kannski með fjórlitina svona. Það getur verið að snúið þessu við í slag 1, eins og þegar ég að spila Sigurbjörn og við spilum út Ás í slag 1, þá köllum við með háum. Já. En hann setti tvistinn í. Svo fjarkan. Ég vil nú bara segja eins og ég skil ekki alveg akkur hann gerði það. Og við sjáum að það þeir hafa skorað 1 impa þarna í síðasta spili, svo þess að staðan núna 33-34. Þetta alveg fáralega jafnt. Það bara... Munið einum impa. Munið einum impa. Það 1 yfirslagur einhvers staðar. Já. Já, hvað segir, já, hann hefur kannski verið að vonast til þess að segja, já, nei, það náttúrulega... Kannski að þegar hann á fjóliti trompi, kannski var bara að vona að Makki heldi áfram og svo ætla hann bara að stytta hann eitthvað. Já, kannski var það bara. En hvernig fer hann í þetta núna? Mér sýnist hann bara að fara að gefa 2 hjartaslægi, 2 spaðaslægi og 1 á tromp. Bara að fara að vinna þetta akkurat, 90 kall. Af því að sko ef að Suður spila trompi núna 2 svar, þá fær Gummi 5 trompslægi, sko, þá fá vörnin engan 10 úrslag.
Ef maður spila þristinum þá kemur bara 6-an og svo bara litur hann góður. Þannig að hann getur eiginlega ekki svissað verið í tromp. Þannig að þetta bara alltaf að fara að standa. Tekur hann bara að laufa á og spila hjartagosa og spilið búið. Nú nær hann að trompa 1 hjarta með 10-6. Og langar Stefáni að reyna að búa sér til einhvern trompslag og velta fyrir sig hvað hann geti stytt. Já, ég held að hann spili bara trompið eða ekki. Kemur bara 7. Þá getur suður ekkert gert. Ef hann setur drottninguna þá náttúrulega liturinn kominn. Já, þetta mér sýndi 1 grand vera alltaf 1 niður. Já. Þannig að ekki nema að fái 4 hjartaslagi, 2 spaðaslagi og 1 á lauf, það kemur lauf út. Og miðað við það, þá þetta spil bara að falla. Já, það væri það sem ég myndi giska á. Að staðan væri bara svona fyrir síðasta spil, 34-33. Ég held að hann vinni þetta 90. Og ég held að spili bara 1 grand 1 niður hinum einn. Það er 100 kall og 10 mun er engin impi. Og ef þú hefur rétt fyrir þér að þá þeir að fara í síðasta spil með 1 impa mun. Já. Nei, hann stóð það. +2 á hinu borðinu. Ég gleymdi náttúrulega Stefán Stefánsson var að spila 1 grand og hann segist alltaf að vera bestur á landinu í 1 grandi, þannig að nú fengum við að sjá það. Já, en segist hann ekki bara að vera bestur á landinu yfir höfuð? Í 1 grandi. 1 grandi allavega. Ok. Herðu þá þetta bara 5 impar, það ekki, 120 + 90. Já, nú er tíminn og vatni komið forustu fyrir síðast spil. Nei, þetta er fyrir Grant, Já, fyrir ekki, Grant komið 6 impa. Já, 40-33, þannig að nú er Grant að vinna með 7. Hvað gerir það í vinnistöðum? Það er bara 12, var ekki 12-18? 12,16, 7,84 er með það. Já, bara 12,8. Já. Ok, síðasta spilið í kvöld. 1 grand hjá Guðmundi og það dóu sagnir bara þar. Hjarta tvistur út er ekkert óðurlegt útspil. 4. hæsta, 1 fjórhundurinn. Það liggur nú ekkert frábælega fyrir sagnaða. Sumir kannski sem að byrja kannski aðeins í spilum myndu að halda akkur í tvisturinn ekki gósinn. Þetta er bara of lítil röð til þess að spila háu spil út, Já, hann valdi spaða.
Allt í lagi. Það til þessi skóli líka. Ekki spil út frá fjólautum í Grandi, en ég fylgi nú honum ekki. Já, hvernig fer þetta spil? Hann vantar, 2 spað og 3 á hjarta. hann sér náttúrulega sko blindan sko, þá er hann kannski ekkert spenntur fyrir spaðanum áfram, svoleiðis að þú veist, hann vantilega finnur að fara í tígulinn. Já, hann náttúrulega samt býst við að sko eftir útspilið að sagna við í 2 spaða. Ekki rétt? Jú. Hann sé 4 borðið á 4. Og þá á hann 11 spil til hliðar. Þannig að Makk á sko 1 eða 2 tíkla alltaf. Hann sér ekki að Gummi á 6 lauf sko. Sem er svona ójafna skiptingu sko. Þannig að ég veit það ekki sko. Þannig að einmitt sko það kom. Eins og við sjáum þá var rétt að spila tíkli. En við borðið þá er svo erfitt að reikna með því að sagna vegi bæði tvíspil í spað og tíkli. Það er svo bara óeðlileg skipting sko. Þannig að þetta var ekkert óeðlilegt sviss. Ok. Hann vantar samt 1 slag. Og eins og við sjáum sko þá bara með að taka bara 2 hjarta og spila spaða þá verður Suður endaspilaður, hann getur ekkert gert. Þannig að þetta er að fara að vinnast. Svo bara hjarta á drottningu. Baða gosi. Og komdu nú. Og núna eftir að Suður tekur hjarta gosan þá verður hann að gefa 7. slæðin á laufið að tígul. Virkilega vel spilað. Já. Gaman að fengu þá allavega eitt svona endaspil í lokin. Já. Já, nú getur hann endaspila hann aftur. Já, Tígul. ekki Hann yfirleitt. laði ekki kóngin undir. Já, kannski dálítið letilegt, já. Já, ok. Já. Til að. Það var 1 grand á hinuborðinu slétt staðið. Það ekki? Nei, það er ekki komið, við skulum sitja á, Já, ok, þetta er ekki úrslitin á hinuborðinu. nei, það er ekki komið. Nei. Og fyrir síðasta samanburð sem vantalega er góður fyrir Grant Thornton, Já, ekki slæmur. Já, þeir ættu ekki að tapa á þessu spili. þá er Grant Thornton 40-33 yfir sem þýr 12,16 vinningsstig. Þetta var bara hálfgerð flugelda sýning þessi leikur í impum. Já, svona sérstaklega þarna miðbygginn, sko, það, Já, róaðist aðeins síðustu 5 spilin. já. Þetta þýðir það að tíminn og vatnið er svona, þeir eru byrjaðir að Já, grafa sig í holu. þeir eru orðnir neðstir. Þeir verða neðstir áfram. Og
Grant í góðri stöðu, þeir unnu líka fyrir leikinn, þannig að Grant hefur svona verið það lið sem hefur svona einna helst verið að gera allu að Info Capital. já, og síðasta Íslandsmótið, þá var þetta ekki bara fram á síðasta spil sem að Jú, réð því hvor er Íslandsmeistari. já. Og þetta er eins og við erum að segja áðan, sko. Þetta er einhvern veginn með ólíkindum. En nú komin yfir hitt borðið og það er spilað eitt Grant. Sjáum við hvað er að gerast á hinu borðinu. Slag hann á spaða 9. Já, það verður eitthvað, hann hefur farið í spaðan sjálfur. Já, já. Þetta geti verið að fara, þetta er eitthvað niður. Best að hugsa. Hér sjáum við að sagtirnar voru aðeins öðruvísi. Hann opnaði ekki á Grandi með 16. laufi. Hann Jón Hersir. Já. En valdi svo að melda Grand, þannig að maður þá kannski að já, glæsilegt. Glæsilegt. Þeir eru vantilega að fara að taka þetta hvað er að fara að taka þetta mikið niður? Þetta er slattið dán, sko. Þetta geti orðið bara nokkuð stórt sving yfir til Grant. Já, þeir eiga núna 4 slagi. Nú kemur bara lauf. Og svo er hjarta 6 slagur. Sagnaði á 3 ána og frá 2 niður hér. Já. Þannig að það eru 5 impar í viðbót. Hann fær vantilega bara spaðaslag og tígulslag. Hann fær 2 síðustu. Og spaða gos á tígulás. Steppið bara tekur núna laufslagina. Þannig að það eru 5 impar til Grant. Svo þeir vinna leikinn 45-33 sem eru 12 impar. Og það gerir 13,5, 6,5. Já, við skulum fá skorblaðið. Sjá hvernig það lítur út. Já, 45-33. 12 impar sigur. Já, þetta leit ekki svona út á tímabili. Nei, þetta er náttúrulega þeir enda síðustu 4 spilin á 16-1 rönni. Já. Svo við vorum að segja þetta að það hefði verið mjög góðu sigur hjá Grant Thornton. Já. Og eins og við vorum að segja að tíminn og vatnið nú eru þeir konum með 2 slæma ósigra. Og bara sterkt blað hjá Bessa og Stebba með að þeir eru ekki makkarar. Já. Það er bara sterkt blað. Já. Jæja. Maggi, við erum bara sáttir í þennan leik. Þetta var þrælskemmtilegu leikur. Já, hann var fín. Ekki alltaf vel spilaður en inn á milli sáum við mikil tilþrif. Já, skemmtileg útspil hann nokkur og enda spilaður hérna í... Já, enda. Mér sé tvisvar í sama spilinu. Já, alveg rétt, tvisvar. En
við ætlum að fara að segja þetta gott í bili. Við verðum hérna í næstu viku Á föstudaginn klukkan 7. á föstudaginn klukkan 7 og við bara hlökkum til að mæta og Ómar Olgeis ætlar að mæta með þér, ég lýsa það ekki. Jú. Svoleiðis að þið fáið hérna 2 alvöru lýsendur. Já, það verður gaman að sjá Ómar útskýra útspilin. Já, akkurat sko, hann svona af því að hann nú svona frekar varkár spilari og nú gaman að sjá hann Já, það verður gaman. attitude útspil ykkur. Það verður gaman að vera með Ómari hérna. Já. En allan að þá þökkum við kærlega fyrir þessa útsendingu og þökkum fyrir áhorfið. Það er þannig að þessi leikur verður áfram á Twitch og YouTube og það geta allir hort á leikinn þar aftur og þetta er form sem við erum að prófa okkur áfram með núna í Rafíþróttasambandið og Brittsambandið og bara virkilega skemmtilegt og Sjáum til hvernig það gengur. Já. En við þökkum bara kærlega fyrir áhorfið og segjum bara góða nótt. Já, góða nótt. Thank you.